Góðan daginn, kæru félagar, og innilega til hamingju með 1. maí. Þetta eru skrýtni tímar. Við hefðum náttúrulega öll átt að vera í göngunni saman, drekka kaffi og spjalla. En svona er þetta og ég sendi ykkur mína bestu kveðjur héðan frá Þingvöllum. Ríkisstjórnin og Alþingi hafa gripið til fjölmargra aðgerða núna út af kórónuveirufaraldrinum. Mér finnst okkur hafa tekist einstaklega vel að takast á við þetta í heilbrigðiskerfinu og maður er ótrúlega stoltur af öllu því fólki sem að þar vinnur. Ég hef verið að hugsa talsvert það með hvaða hætti við horfum til umhverfis- og náttúruverndarmála núna þegar að kórónuveirufaraldrinu lýkur og við þurfum að byggja upp í efnahagslífinu. Og þar er mér sérstaklega að hugsa til þess að við þurfum að horfa til þeirra gilda sem að VG hefur alltaf sett á oddinn, að loftslagsmálin gleymist ekki, heldur flýtum við þeim aðgerðum sem að þar er að ræða því að þær geta hjálpað efnahagslífinu í gang og þetta er eitthvað sem við erum þegar farin að vinna að í stjórnkerfinu. Ég get nefnt það sem dæmi líka að í gær vorum við norrænu umhverfisráðherrarnir að gefa frá okkur yfirlýsingu að það yrði hvergi kvikað frá í loftslagsmálunum sem eru mjög jákvæð og góð skilaboð frá öllum Norðurlöndunum. Þegar við horfum á náttúruverndina þá má ég rauninni segja að þau gildi sem að VG hefur alltaf lagt á áherslu á og sett á oddinn, þar að segja að vernda íslenska náttúru og byggja auðlindanýtinguna á sjálfbærri þróun eru gildi sem að eru aldrei mikilvægari en núna. Og ef við horfum til dæmis bara á ferðaþjónustuna, og ég get nefnt það sem ég er á Þingvöllum að hér er varla nokkurn mann að sjá sem er mjög óvenjulegt á þessum tíma, að náttúruverndin mun verða akkerið sem að ferðaþjónustan mun byggja á. Því að náttúran er gullgæs ferðaþjónustunar. Og þess vegna skiptir svo miklu máli það sem að við í VG erum að gera í náttúruverndarmálum, þar að segja fjölga friðlýstum svæðum, friðlýsa svæði í verndaflokki rammaáætluna þannig að þar verði ekki ráðist inn með virkjanir og svo náttúrulega krúnu djásnið okkar sem er miðhálendið að setja á stofn hálendisþjóðgarð og ég fer náttúrulega með frumvarp það fram í haust á þinginu. Það mun verða stærsta framlag okkar Íslandinga til náttúruverndar en það mun líka verða ótrúlega mikilvæg landkynning sem að ferðaþjónustan getur byggt á og reyndar fleiri atvinnuvegir. Þannig að mig langar til þess að senda ykkur hér á lokum bara mínar bestu kveðjur og með vonum það að okkur auðnist að vinna okkur eins hratt og eins vel og mögulegt er úr þessari lægð sem að núna er með umhverfis- og náttúruvernd að leiðarljósi. Góðan daginn og til hamingju með daginn, til hamingju með baráttudag verkalýðsins og í tilefni af deginum er ég komin í heimsókn til Guðrúnar Hallgrímsdóttur, einn af okkar kæru félögum, matvælaverkfræðingur á Hjarðarhaga og við ætlum að tala eins verkalýðsbaráttu fyrr og nú. Og ég ætla að byrja að spyrja þig, svona þegar þú lítur aftur, hvað eru mikilvægustu sigrarnir svona á þínu æviskeiði sem verkalýðsbaráttan hefur skilað samfélaginu? Ég held að það hafi tvímælalaust verið leikskólar. Og þá ertu fyrir öll börn. Fyrir öll börn. Já. Það gjörbreytti lífi allra. Það gaf konum fyrst möguleika á að stunda það sem þær vildu leggja stund á og það hafði líka gríðarlega áhrif bara á samband hjóna, foreldra og náttúrulega gleymum ekki blessuðum börnum hvað þetta hafa að segja fyrir blessuðum börnin. Ég held að þetta séu stærstu sigrarnir á minni ævi. Og þetta var auðvitað eitt af baráttumálunum ekki síst á 8. áratugnum þegar til að mynda rauðsokkahreyfingin. Þetta var ekki viðurkennt sem þörf. Það var ekki fyrir að stórkostleg baráttusystir mín Gerður Óskarsdóttir labbaði hús úr húsi úr Kópavogi og gerði könnun fyrir rauðsokkahreyfinguna á þörfinni. Og þá kom náttúrulega ljós að þörfin var gífurleg, en karlarnir hefur náttúrulega ekki séð það fyrir. En var það ekkert álitið svona eins og þið væruð dálítið að stela verkalýðsbaráttunni þegar kvennahreyfingin fyrir að berjast fyrir til dæmis þessu? Ég held að það hefur nú komið berlegast í ljós á mínum eftirminnilegasta 1. maí sem var fyrir 50 árum.
þegar að konur á rauðum sokkum lögðu á stað niður Laugaveg með styttuna Lýsuströtu. Já. Og verkalýðshreyfingin vildi náttúrulega ekki hafa neitt með okkur að gera, vildi banna okkur að taka þátt, en kom síðan reyndar að þeirri niðurstöðu að það verði nú öllum frjálst að ganga niður Laugaveg. Svo að við fengum að ganga með okkar borða, manneskjan ekki markaðsvara og annað í þá veru, á eftir göngu fulltrúaráðsins. Já, þannig að þið voru aftastast í göngunni. Já. Einmitt. En þá á þessum tíma, sko þú segir þetta er þinn eftirminnilegasti baráttudagur. Það er fyrir 50 árum þegar þið í raun og veru mætið svona óboðnar í baráttugönguna. Og ef þú svona berð saman stöðuna, leikskólar, fæðingarorlof, margt gott hefur áunnist, hvað skiptir mestu máli núna? Það er náttúrulega við gangi kröftug launabarátta, sem að verður að reyna að jafna launin. En í mínum huga er það sem skiptir núna mestu máli og ég myndi leggja mestu áherslu á ég í baráttu huga en þá. Það er að leysa upp hinn kynskipta vinnumarkað. Við þurfum á öllum kynjum að halda allstaðar. Og í mínum huga er það stærsta baráttumáli núna. Ég er afskaplega lélegur baráttumaður fyrir betri laun. Ég veit ekki hvað réttlæt laun og ég held að réttlæti sé ekkert til í slíku. En aðstaða og möguleikar, það er það sem skiptir máli í mínum huga. Samfélagslegi strúktúrinn er það sem skiptir máli. Þú ert matvælaverkfræðingur. Það er svoleiðis. Varst þú svona ein af fáum konum í þessum geira þegar þú hófst störf hér á landi við þetta? Það voru náttúrulega ekki margar konur verkfræðingar á þeim tíma og eins og aðstæður voru, það voru náttúrulega eins og við vitum, það var ein kona á þingi, það var ein kona hér og ein kona þar, það var sem sagt á þeim tíma sem að það var bara pláss fyrir eina konu, allstaðar. Og þegar við ferum á stað þarna á sínum tíma, 1970, þetta gerir sér engin grein fyrir því hvað konur voru gjörsamlega ósýnilegar. Nafn þeirra var ekki á dyrabjöllum, það var bara nafn eiginmannsins. Nafn þeirra var ekki í árlega útgefinni símaskrá og ég man að við fengum framan í okkur hvað dettur ykkur í hug, hvað sjáðu fyrir hvað hún verður stór. Ef konurnar er best í símaskrá? Já. Þetta var svona sem dæmi sko, ef maður ætlaði að hafa upp á konu og maður vissi ekki hver maðurinn var, þá gat maður ekki haft upp á henni. Nei, þá var hún ósýnileg og horfin. Já. En að því að þú varst að starfa innan þessa geira, matvælaverkfræði, og nú er mikið rætt fæðuöryggi á Íslandi, ekki síst út af þessum faraldri sem geisar, hugmyndir að efla innlenda matvælaframleiðslu. Hver finnst þér munurinn vera, að því þú vísar 50 ára aftur í tíman, svona á því hvernig við erum að hugsa matvæli nú og þá? Það hefur náttúrulega orðið algjör bylting í því hvað það er sem við teljum mat. Það er nefnilega sko, við nátt okkur á því að það er ýmislegt fleira ætt en feitt kjöt. Og það má segja sko, það er algjör bylting á því sviði. Nú þessi stóri og miklu fjöldi þeirra sem að leggja sér eingöngu grænmeti til munns, stækkandi fjöldi, breytir líka öllu landslaginu. Þannig að það hefur orðið óskaplega mikil breyting. Breyting kannski er sem sagt fyrst og fremst sú, það er sama hvort menn borða kjöt eða eingöngu grænmeti. Hollusta er orðin miklu skipta orðin miklu meira máli. Langflestir velta því fyrir sér hvað þeir leggja sér til munns. Þannig að lýðheilsan er orðin svona... Lýðheilsan er orðin... Er eitthvað sem skiptir svona meiri meðvitundu. Já. Ég er alveg sko sannfærð að það er líka eftir að lyfta sko Grettisbjörgum. Það er svo margt í náttúrunni sem við höfum tæpast nýtt. En sem að mun skipta sköpum þegar við förum að bæta því við okkar daglegu fæðu. Og ég er sko, það má ekki opna fyrir mig á þessu sviði því að þá held ég ævinlega fyrirlestur þörunga. Sem við kannski eigum eftir að borða bara eftir í miklu magni. Já, endilega hreint. Í öllu, með öllu, ofan á allt. Já, við sjáum hvort þetta áttur að rætast. Ég ætla að fá að óska þér til hamingju með daginn
og baráttuna og að hafa náð árangri í baráttunni fyrir leikskólum og svo höldum við núna áfram baráttunni gegn kynskiptum vinnumarkaði. Þakka þér fyrir. Gangi þér allt í haginn. Og við þakkum fyrir okkur hérna Hjarðarhaganum. Þvoum okkar hendur í minnst 20 sekúndur eða jafnlengi og það tekur að skera súrdeigsbrauð í sundur og ef þið eruð ekki fjölna eða oft í sleik þá verða að vera á milli ykkar metrar 2. Það eru 17 pylsur í röð en ekki meir eða 1 stykki Daði Freyr. Verum heima, verum heima, verum heima. Heima við, Ekki gleyma að vera heima. hlið við hlið, Verum heima, verum heima, verum heima. passa bil. Ekki gleyma að vera heima. Já, ég skil og þegar ég má aftur knúsa og þarf ekki lengur heima dúsa ætla ég að purra mallan á Káká og líka öllum íbúum Kraká. Ég ætla að vanga við Siggu 12 og glíma við Bjössa Boll. Far í bíó með Tengdó, já ég er að tala Helgi Ríó. Verum heima, verum heima, verum heima. Alma, Verum heima, Víðir, Þórólfur, heilbrigðisstarfsfólk, bræðurnir í Kjötmál, við elskum ykkur. heima. Ekki gleyma að vera heima. Þetta eru náttúrulega algjörlega ótrúlega tímar og það sem að dregur það einna mest fram það að við skulum vera hér 1. maí en ekki bara öll saman komin í kaffi einhvers staðar að faðma hvert annað og njóta þess að vera félagar. Núna erum við að ávarpa hvert annað svona eða við erum að hittast á veffundum eða við erum að hittast með 2 metra millibili og svo framvegis. Þannig að tímarnir eru ótrúlegir og ég held að ekkert okkar hafi óra fyrir þessari stöðu bara fyrir 3 mánuðum þess vegna. En það sem mér finnst svo magnað að upplifa það hvernig heilbrigðiskerfið okkar hefur í raun og veru brugðist vel við og við erum að ná árangri sem er árangur á heimsvísu. Bæði það hvernig við höfum náð utanum fólkið okkar, hversu vel við hefum greint, rakið, smitt, notað sóttkví og einangrun, en líka hvernig spítalinn okkar hefur búið til alveg nýja göngudeild þar sem fólkinu hefur verið sinnt. Og svo framvegis og allt þetta eitt samhæft kerfi, alveg frá heilsugæslunni, gegnum heilbrigðisstofnanir út land og síðan Landspítalann og loks endurhæfinguna. Þannig að það sem við sjáum núna hversu dýrmætt, sterkt, samhæft, opinbert heilbrigðiskerfi Og við sjáum það líka að okkar stefna sem hefur alltaf verið svo að standa vörð þessi grunngildi, þessa sterku innviði opinberrar þjónustu, slagur sem við áttum að taka, slagur sem við erum að taka og við munum taka hann áfram vegna þess að þetta partur af því að vera samfélag, partur af því að vera þjóð. Þannig að við munum halda áfram við sem erum Vinstri græn, sama hvort að það í sveitarstjórnum eða hvort að það í þinginu eða hvort að það í ríkisstjórnum, að ekki bara standa vörð opinbert sterkt heilbrigðiskerfi, heldur halda áfram að byggja það upp. Gleðilega 1. maí.
sé falinn. Love